Stofnun og uppgangur vísisjóða höfðu mikil áhrif á Nýsköpunarsjóð. Sérstaklega kannski í ljósi þess að það hafði lengi vantað viðtakara. Það hafði vantað einhverja sem gætu unnið með Nýsköpunarsjóði og koma félögunum áfram. Nýsköpunarsjóður hefur haft gríðarlega mikil áhrif á bara nýsköpunarumhverfið á Íslandi og vöxt nýsköpunarfyrirtækja yfir höfuð alveg síðasta aldarfjórðung. Ég myndi nú segja að allar fjárfestingarnar okkar á þessum tíma hafa verið mjög góðar. Allar eftirminnilegar, hver á sinn hátt. Áskoranirnar á þessum tíma hafi kannski helst verið þær að sjóðurinn hefði geta haft meira fé til að fjárfesta. Við hefðum gjarna viljað það. Og það alltaf hægt að nýta meira fjármagn. Já, það náttúrulega hægt að segja að það sem var kannski einna helst svona eitthvað sem við réðum ekki við var auðvitað ástandið með COVID. Því var auðvitað bara svona hent á okkur og það þurfti bara að vinna einhvern veginn úr því. Það sem var kannski líka þarna til viðbótar að það verður mikil gróska í að stofna fleiri sjóði og það hafði mjög mikil áhrif og mjög góð áhrif. Þannig að það komu fleiri aðilar með meira fjármagn til þess að aðstoða fyrirtækin og efla þetta umhverfi. Breytingin með tilkomu vísisjóða var kannski fyrst og fremst sú að það verða fleiri samstarfsaðilar, það verða fleiri með fjármagn, það eru fleiri sem að hjálpa til við reksturinn, aðstoða fyrirtækin, veita ráðgjöf, hjálpa til í þessu umhverfi og það auðvitað hjálpaði ekki bara félögunum, heldur líka Nýsköpunarsjóði. Framtíðin mjög björt í nýsköpun og það mikil gróska. Það mikið af góðum stuðningi, það mikið að vera, það mikið af hröðlum. Þannig að ég held að við séum bara í mjög góðum málum á Íslandi hvað þetta varðar.